Það er fyrstu viðbröð eftir 3-0 sigur. Ánægður, sáttur bara og sáttur við leikliðsins flestu leyti. Sköpum okkur mikið að færum og smá svona skrekkur ykkur í byrjun sem alltaf í fyrsta leik og það kom hann ekkert óvart. Eftir svona 20 mínútur þá fannst mér þetta bara að byrja að rúlla ágætlega. Skotaðing á mánudaginn, svo leggur upp með klárafærin. Sko, ég held að leikmenn hafi verið búin að skota einhver miljón skot í leið við byrjum í æfi hópunum. Það var náttúrulega endalaust að skota einhver alls konar svoleiðis æfingar, þannig að þær hafa greinilega bara ekki verið nógu góðar. Hvað tekur út úr þessu fyrsta leik, svona sett bara út frá spilamennsku þannig? Bara margt jákvætt. Það var ágætisflæði hjá okkur, við vorum að skapa töluvert mikið af færum. En auðvitað náttúrulega færinýtingin ekki góð en það sama á meðan þú skapaði færið þá áttu möguleika að skora og það var jákvætt og það er bara jákvætt að fara í gegnum fyrsta leik, vinnan, fá ekki á sig mark og það snýst alltaf bara það að safna stigum og fyrsti leikur alltaf erfiður, það er alltaf auka stress og svona og kannski ekstra núna þegar ennþá tímabilið náttúrulega búin mjög langt, þannig að ég held ég bara, þetta 3 stig og bara fyrst sáttur á koddana í kvöld með 3 stig og 3-0 sigur. Sveindís Steen fyrsta leiknum, deildarleiknum hjá Breiðablik, ánægður með frammistöðuna hennar? Já, hún var bara mjög góð. Hún bara tætti upp kantinn hægri vinstri og var bara að skapa og var líkleg og bara mjög góð viðbótur í hópinn hjá okkur. Stefnan hjá þér í sumar, erfitt kannski að segja til eftir fyrsta leik? Stefnan? Já. Við ætlum bara að vera að berjast titilinn, það ekkert flókið, stefnan náttúrulega bara að vinna hann, en við gerum okkur alveg grein fyrir því að það erfitt, við þurfum að hafa virkilega fyrir því og við þurfum að hafa gott sumar og ef við náum stemmingu í öllum leikjum og mætum með réttu hugafæri þá hefur við alveg möguleika að vinna en þetta bara að byrja og við bara hristum út úr ykkur á morgun og svo bara næsti leikur á fimmtudaginn og svo bara áfram gakk. Algjörlega, næsti leikur á fimmtudag gegn Selfossi, hvernig verður Rakel Hönnu reddi fyrir þann leik? Já, það getur vel verið, ég veist það ekkert ólíklegt að hún verið tilbúin sko og hún verið klár þegar á fimmtudaginn, mér finnst það mjög líklegt. Ok, takk fyrir Steini, það var gott.